Komið í sæl. Nú ætlum við að skoða aðeins villandi framsetningu gagna. Oft það þannig að hægt að setja fram niðurstöður á fleiri en einn veg. Og þá ekki endilega þannig að einhver sé að ljúga, en með því að setja þær fram á ólíkan hátt, þá hægt að láta líta niðurstöður ólíkt út. Og sérstaklega að menn passa sig ekki á því að rýna vel í myndritið eða skoða hvað liggur að baki. Og það nauðsynlegt að vera meðvitaður þetta. Hverjir að nýta sér þetta? Það gæti verið ýmsir hagsmunahópar. Til dæmis ef einn hópur að berjast fyrir hærri launum, þá gæti hann reynt að setja fram niðurstöður þannig að það líti út fyrir að laun hafi hækkað lítið síðustu ár, meðan að þeir sem þurfa kannski að borga launin myndu setja niðurstöðuna fram þannig að það líti út fyrir að launin hafi einmitt hækkað mikið síðustu ár og ekki nauðsyn á að hækka þau núna. Eins gætu einhver fyrirtæki eða eigendur fyrirtæki reynt að setja fram niðurstöður þannig að það sé þeim hagstætt ef þeir að auglýsa einhver ákveðna vöru. En hér skulum við líta á myndrit þar sem verið að bera saman fjölda í pítsum, pulsum og hamborgurum sem búið að selja. Og ef maður skoðar þetta myndrit þá lítur út fyrir að það sé ekki mikill munur þar á. En hér hægra megin eru sömu niðurstöður settar fram á aðeins öðruvísi hátt. Og ef maður horfir á þetta hér hægra megin, þá sér maður svona og segir, vá, hvað mikill munur á seldum hamborgurum og fjölda pulsum sem seljast, eða pilsum. En það í raun og veru? Ef maður skoðar kvarðan hérna og rýnir í tölunar og sér hvað búið að selja mikið af hamborgurum og mikið af pulsum, og þá sér maður að munurinn ekki nema 30 stykki. Og það ekkert svakalegur munur finnst mér þegar að verið að tala sölu upp í 1000 stykki. En einhverjum gæti fundist eftirsóknarvert að setja þetta fram með þessum hætti. Kannski ef þú ert eigandi af hamborgarafyrirtæki og vilt sækja styrk að það gengur svo illa að selja hamborgar á Íslandi, þá myndir þú setja þetta fram eins og gert hérna hægra megin. En munurinn felst sem sagt í þessu að kvarðinn ólíkur á þessum tveimur myndritum. Og fyrir vikið, þá ef maður horfir á þetta, virðist þetta vera að gefa mjög ólíkar niðurstöður. Þannig að þetta eitt dæmi það sem hægt að gera til þess að villa fyrir einhverjum sem horfir á. Við skulum skoða annað dæmi. Hér verið að bera saman dánarorsakir og eitthvað athugavert í þessa mynd. Við sjáum að það eru langflestir sem virðast deyja úr krabbameini og það kannski alveg rétt í sjálfu sér, en ef maður leggur saman tölurnar sem þarna gefnar upp líka, þá sér maður að heildin aðeins 72%, en heill hringur ætti að sjálfsögðu að vera 100%. Þannig að einhverju hluta vegna búið að sleppa úr einhverju þáttum, gætu verið einhverju aðri sjúkdómar eða þeir sem látast að slysförum eða eitthvað slíkt. Og þá getur maður spurt sig af hverju einhver að gera þetta og hvað græðir maður á þessu. Án þess að fara að fullyrða eitt að neitt, þá get ég kannski nefnt eitt dæmi sem gæti útskýrt hvers vegna þetta gert. Hér gæti lyfjafyrirtæki sem að framleiða krabbameinslyf viljandi láti þessa kökusneið líta stærri út en hún í raun og veru. Og það kannski ef að fyrirtæki að fara á hlutabréfamarkað og vill selja hlutabréf í fyrirtækinu sínu háu verði. Þá geti það vilja sýna fram á þörfina fyrir krabbameinslyf. En eins og ég segi, þá ætla ég ekki að fullyrða eitt að neitt það, en þetta svona dæmi það sem hægt að gera til þess að villa fyrir einhverjum sem sér svona myndrit. Þannig að það sem þið þurfa að vera vakandi fyrir kannski einna helst kvarði á svona myndritum, heildin, jafnvel stærð eða breidd á súlu í súluriti og eitthvað slíkt. Og þið fáið núna heilan kafla til þess að spreyta ykkur á og kannski ágætt að hafa í huga að við fyrstu sýn ekkert endilega augljóst hvað það sem að myndritunum, en ef menn skoða betur þá oft hægt að finna eitthvað sem hægt væri að breyta og gera betur. En allavega gangi ykkur vel og takk fyrir mig.